Komið þið sæl og velkomin í viðskipti á Hringbraut, ruðningsáhrif RÚ á fjölmiðlamarkaði, rekstur líkamsræktarstöðva og símavarsla í fyrirtækjum setja svip sinn á þennan þátt. Ég ræði við Magnús Ragnarsson, framkvæmdastjóra á Símanum, ruðningsáhrif RÚ á fjölmiðlamarkaði og tillögu Lilju Alfreðsdóttur, menntamálaráðherra. Ágústa Jónsson, framkvæmdastjóri Hreyfingar, kemur og ræðir við mig rekstur líkamsræktarstöðva en hún opnaði sína fyrstu líkamsræktarstöð árið 1986 eða fyrir 33 árum. Rúnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Svars, ræðir við mig símasvörun og bókhaldskerfi. Nú að venju lítum við inn í Kauphöllina, Nasdaq Iceland og skoðum gengi hlutabréfa. Næsti gestur minn Ágústa Jónsson, framkvæmdastjóri Hreyfingar. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Hreyfing, mér finnst þetta mjög skemmtilegt og gott nafn á líkamsræktarstöð. Já, takk fyrir það. Við erum bara ljómandi ánægð með þetta líka. Heyrðu, það af sem áður var, það gífurleg samkeppni í þessu fagi, líkamsræktarfaginu. Þú byrjaðir 1986, Já. En nú landslagið allt annað. Það fjöldi stöðva, mikil samkeppni. Já, þetta hefur bara breyst mjög mikið frá því að ég byrjaði og það bara allt mjög jákvætt. Það náttúrulega, maður fagnar því að það alltaf fleiri og fleiri sem að stunda heilsurækt. Og þetta fólk farið að stunda fjölbreytta heilsurækt og þetta hefur bara gjörbreyst viðhorf fólks til þess að stunda reglulega líkamsrækt. Þetta þannig, hvernig þetta? Kemur fólki í hóptíma þar sem einhvers konar þjálfari eða kemur á námskeið? Eða eitt einhvers staðar að gera? Hvernig hinn dæmigerði líkamsræktar iðkandi, getum við sagt? Það bara allur gangur á því. Við höfum svolítið sérhæft okkur í hóptímum og það svona okkar grunnur, þannig byrjuðum við. Og við teljum okkur vera mjög framalega í því, þannig að það sækja mjög margir til okkar til að koma til dæmis á svona hópnámskeið í heilsurækt og það svolítið góð leið vegna þess að þá ertu í svona pínu venduð umhverfi að það bara þjálfari sem segir nákvæmlega hvað þú ert að gera og hann heldur utan að þú sért að þjálfa líkamann þol og styrk og liðleika og allan pakkan, þannig að þú þarft ekkert að hugsa sjálfur. Síðan þetta náttúrulega það ekki líka, það þannig að líkamsræktarstöð kannski ekki bara átök og lyfta lóðum eða hvernig það nú. Þú sagði mér nú hér fyrir þáttinn að svona hugleiðsla eða jóga og ýmislegt fleiri að koma inn í þetta líka. Já, jóga koma mjög sterkt inn og hefur verið að gera það undanfarin áratug, má segja, og mjög vinsælt og ég held að fólk blandi líka svolítið æfingakerfunum sínum. Það jafnvel að reyna á sig stundum og stundum vill bara rólega æfingu og teygjur og slökun og þetta allt partur af heilsuræktinni að láta sér líða vel. Ertu með trygga viðskiptavini? Já. Ég bara með mjög trygga viðskiptavini og mjög þakklát fyrir það. Og hvað koma þér oft, 3 í viku? Já, það nú allir gangur á því. Það nú allt frá því að koma bara 1 sinni í viku upp í bara 6 sinni í viku eða jafnvel 7 sinni í viku. Já, nú fólk að koma á hverjum degi. Já, það einhverjir, það kannski ekkert margir. En enda mælum við svo sem ekkert með því að fólk sé að hamast alla daga, það þarf líka að hvíla sig. Já. En það allir gangur á því. Segðu mér eitt heilbrigð sál í hraustu líkama. Það annað, þú hefur skrifað margar greinar líka svona bara heilsufar og kannski mataræði. Við erum að sjá það núna að það alls kyns kúrar og þú hefur tekið þessi mál. Eru Íslendingar, eru við of feitir? Já, samkvæmt þeim tölum sem við höfum, að þá höfum við því miður verið svolítið ofarlega í keppninum að vera feitasta þjóð heims. Já, við erum með þyngri þjóðum þá. Já, til miður. En þannig við getum svo sannarlega gert betur og ég hef haft mjög mikinn áhuga á því að hvetja bara landan til þess að hugsa sig, hugsa heilsuna og hreyfa sig og huga því hvað láta onni sig. Snýst þetta mikið að setja sér markmið? Verður maður sem á leiðinni í mægrum, verður hann að hugsa það á hverjum einasta degi þegar þetta að morgni? Ég ætla ekki að borða mikið í þetta. Ég held að það sé bara mjög algengt að fólk þurfi bara að hugsa þannig. Það þarf aga. Við búum bara við það, við búum svolítið við allsnægtir. Það bara matur allstaðar þar sem við komum og þetta snýst ofsalega mikið, öll svona félagstengst snúast mat, að hittast og borða. Þannig við þurfum bara að huga því alltaf að borða ekki of mikið og þetta stærsta vandamálið náttúrulega það að fólk hreyfi sig ekki nóg og borðar of mikið. Þeir sem hreyfa sig mikið, þeir geta leyft sér að borða kannski svolítið mikið og komast
alast upp með það, allt er góð með það, en flestir hreyfa sig ekki mikið, ég meina þetta við bara sitjum mikið á daginn og keyrum í bílum og ég spyr þig þá persónulegar spurningar sem kemur alltaf upp í hugan. Hvernig þetta það er við ekki talað að morgunverðurinn núna sé ekki mikilvægur eins og var áður, en hvernig er þetta morgunverðurinn hjá þér, Ágústa? Ég er algjörlega morgunmatarmanneskja. Þú ert morgunmatarmanneskja? Já. Ég er bara svöng á morgnana og þá bara hlýði ég því og ég hlusta á það og ég fæ mér bara hollan og góðan morgunmat og núna er ég voðalega veik fyrir að blanda með sérstaklega svona tíagraut og finnst það æðislegt með svona heimagerða músli. En tek svo sem svona reglulega breytingar í því en gera eitthvað sem er svona fljótlegt og þægilegt. En það er hins vegar alveg sannað og ég bara nýlega lesi grein það að menn á komast að raun það að það er bara misjafnt hvað fólk þarf. Það er ekkert endilega allir eiga að borða morgunmat. Sumum hentar bara að sleppa morgunmat og borða aðeins seinna morguninn eða hádegið. Þannig að segðu mér annað, við töluðum áðan 1986. Já. Þú ætlaðir hins vegar ekki að verða líkamsræktarkennari. Þú ætlaðir í arkitektur. Já, ég var nefnilega búin að skrá mig í skóla í Þýskalandi í innanhúsarkitektur og var bara búin að... Hvað kom til að þú fórst allt inn yfir að huga því að opna líkamsræktarstöð? Já, það var eiginlega bara, þegar ég var á leiðinni í þetta nám að þá kynntist ég þarna Jane Fonda-leikominni sem var þá alveg nýja nálinni og varð svolítið heilluð af þessu og stofnaði hóp með vinkonum mínum og við vorum að iðka þessar æfingar og svona í rauninni foreldrar mínir sáu bara hvað ég brann eitthvað mikið fyrir þessu og svona voru að ræða þetta við mig og svona velta því upp hvort ég ætti ekki að huga því hvort ég geti farið í eitthvað nám tengt þessu sem að ég fór síðan að skoða og skellti mig þá, vendi kvæðið mín í kross og skellti mig til Bandaríkjanna í... Þú fórst vestur en ekki til Evrópu? Já, og ég sé alls ekki eftir því, ég held að þetta hafi verið hárrétt. Hvað varstu lengi þarna í Bandaríkjunum? Ég var í 3 ár. 3 ár? Já. Og þú lærið þér þetta fag? Já. Að reka líka, það lætur þér líka að reka líkamsræktarstöð. Það er svolítið að vera góður að þjálfa eða reka og er í business. Reksturinn náttúrulega kemur kannski, maður lærir það að reynslunni, en ég var í námi í Physical Education and Recreation, sem er tómstundafræði, sem kemur inn á rekstur heilsúrvöðustöðva eins og það var þá. Og það gagnaðist mér, annars var ég í Vestló og lærði nú heilmikið business þar. Já, þú kemur þaðan, já. En síðan lærir maður nú eiginlega mest alltaf reynslunni. Jú, það hefur sagt það, og oft þegar fólk er búið að vera að brjóta ísinn og er komið með fyrirtæki áleiðis, þá kemur oft einn svona hinn almenna skynsemi. Já. Það er þú stofnaðir þína fyrstu stöð með Jónínu Benediktsdóttur og hvað hét hún aftur, var það ekki? Aerobic Studio. Aerobic Studio? Já. Þá var þessi þolfimi kölluð Aerobic í Íslandi, Aerobics. Já, það var Aerobic. Já, og það var nú fljótlega í rauninni flauta út af borðinu þetta orð. Þá þótti ekki skemmtilegt, þannig að við breyttum nafninu síðan fljótlega í Studio Jónínu Ágústu. Já, og enn og aftur hreyfing, þetta alveg óskaplega gott, það vegna þess að fólk þarf bæði að hreyfa sig og hugsa mataræðinu. Algjörlega. Heyrðu, Ágústa Jónsson, þetta kom hjá okkur, kærar þakkir fyrir. Næst eru það auglýsingar, en farið ekki langt, hér á eftir ræði við Magnús Ragnarsson og Rúnar Sigurðsson. Komið þið sæl aftur. Við byrjum að því að líta sem snöggvast inn í Kauphöllina, Nasdaq Iceland og skoða gengi hlutabréfa.
Næsti gestur minn Magnús Ragnarsson, framkvæmdastjóri hjá Símanum. Velkomin í þáttinn. Takk hérlega, takk fyrir. Við ætlum að ræða hér aðeins ruðningsáhrif RÚV á fjölmiðlamarkaði. Þú hefur látið mjög til þín taka varðandi málefni RÚV. Þetta barátta sem hefur staðið í 15 ár hjá þér. Já, þetta hófst nú þegar ég réði mig til starfa sem sjónvarpsstjóri hjá Skjá 1 á sínum tíma. Þá byrjaði ég að slást við þau opinbera í sölu og síðan hefur þessi barátta staðið svona, með hléum reyndar. Já, já. En því miður stendur hún enn, verð ég að segja. Það hefur lítið breyst á þessum 15 árum, nema til hins verra. Já, það sem þegar við erum kannski að skilgreina þessi ruðningsáhrif, þá það þannig að það eru kannski 20-30 fjölmiðlafyrirtæki á Íslandi, það ekki allir sem gerir sig grein fyrir því, og þessi mikla auglýsingasala RÚV og náttúrulega skatttekjur líka, ríður auðvitað frá sér og þess áttar. Já, fyrirtæki mjög fyrirferðað mikið, það mjög stórt á markaði og það beitir sér mjög óbeislað á markaðnum. Það ekki bara orðið líka mjög markaðsdrifið í dag? Manni finnst það? Já, ég hef alltaf talað fyrir því að Ríkisútvarpið betra ríkisútvarp án þess að þurfa að berjast á auglýsingamarkaði. Já. En já, þeir eru alltaf að sælast lengra og lengra í rauninni að horfa meira á áhorfsmælingar og að sækja síðustu peningana út á markaðinn. Þeir eru mjög aggressífir á þessum auglýsingamarkaði. Nú veitum við ekki aðeins að það er þessi tillaga hennar og þetta frumvarp hjá henni Lilju Dögg Alfreðsdóttur. Já. Manni finnst þetta eitthvað, það eru allir sem eru óhressir með þetta. Menn sem hafa verið í fjölmiðlum, þeir segja þetta bara eins og það sé verið að laga þessa stóru skekkju með því að skekkja markaðinn frekar með þessu. Já, markaðurinn það er rangt gefið á markaðnum. Já. Og Samkeppniseftirlitið hefur bent á þetta mjög ítrekað. Já. Að það er forsendubrestur í samkeppninni út af tilvist Ríkisútvarpsins. Og núna þessi tillaga frá menntamálaráðherra einhvern veginn að leiðrétta skekkju út af ríkisstuðningi með því að veita meiri ríkisstuðning til annarra en þá samt bara útvalna. Já, gefa svona einhverja bara móla, getur við sagt. Mér finnst þetta ekki, ég er ekki sammála þessari tillögu. Ég held að allur markaðurinn, allir myndu njóta betur ef að dregið yrði bara úr þessum stóru ruðningsáhrifum Ríkisútvarpsins. Gæti maður ekki líka séð það fyrir sér að ef það sé eitthvað markmið eftir kannski 5 eða 6 eða 7 ára einfaldlega Ríkisútvarpið fari af auglýsingamarkaði? Það ætti að vera langtíma markmiðið að Ríkisútvarpið færi af auglýsingamarkaði og ég hef aldrei skilið af hverju stjórnendur og starfsmenn Ríkisútvarpsins ekki með það sem sitt loka takmark. Af því að þannig yrði til miklu betra útvarp. Það bara útvarp sem þyrfti þá ekki að taka tillit til þessara sjónarmiða markaðarins. Það þyrfti ekki að vera með auglýsingahlé fyrir veðurfréttir. Það þyrfti ekki að hafa skemmtiþættina 70 mínútur bara til þess að geta gert auglýsingahlé og gæti bara einbeitt sér að því að búa til gott efni. Já, það líka, manni finnst þess að það sé verið að ríkisvæða nánast aðra fjölmiðla, óbeint, en förum í annað. Þú hefur verið að kljást aðeins við RÚV líka, mikið í blöðum og athyglisvert að sjá það. En þú hefur talað að krafa þín sé líka að RÚV farið að lögum og þú hefur vísað í ESA varðandi það. Já, þegar gildandi lög Ríkisútvarp eru sett árið 2013, þá var eftirlitsstofnun EFTA, ESA, með í skoðun þennan ólögmæta ríkisstuðning við fjölmiðil í samkeppnisrekstri. Og til þess að í rauninni stöðva þá rannsókn eða mæta þeirra kröfum, þá voru þessi nýju lög sett 2013. Og það er kveðið skýrt á í þeim að það skuli vera fullur bókhaldslegur aðskilnaður milli þess sem heitir almannaþjónusta útvarpsins og samkeppnisrekstur. Að auki skal taka samkvæmt lögunum allan þennan samkeppnisrekstur og færa yfir í dótturfélög. Og þar með í rauninni slíta á milli almannaþjónustunnar og þessari samkeppnis starfseminnar. Og Ríkisútvarpið fékk 5 ár til þess að aðlagast þessu nýju lögum. Og sá frestur rann út þann 1. janúar 2018 og enn þann dag í dag, næstum 500 dögum seinna, er útvarpið brotlegt við þessi lög hvern einasta dag. Og það sem meira varaformaður útvarpsráðs hefur komið fram opinberlega og sagt
Við störfum eftir andalagana þó við störfum ekki nákvæmlega eftir þeim og hún meiri segja, þetta nú Ragnheiður Ríkharðsdóttir, hún sagði meiri segja að hún var ekki einu svona sammála þessum lögum þegar við fórum gegnum þingið. Þetta er alltaf bara, þetta er einstakt. Þetta er einstakt. En segðu mér, þegar maður horfir á Ríkisútvarpið, sko þetta er náttúrulega, maður veldir því fyrir sér hvort að svona fyrirtæki yrði stofnað í dag. Í nútíma fjölmiðlum, það eru samfélagsmiðlar, það er Netflix. Maður veldir því fyrir sér hvort að ríkið sæi ástæðu til þess allt í einu ef við værum í núinu að stofna svona fyrirtæki sem að skattborgarar borga 4,1 eða 3 milljarða á ári. Auglýsingatekjurnar eru 2,3 til 2,4 milljarðar á ári. Maður veldi því bara fyrir sér, myndi ríkið stofna svona í dag? Það yrði mögulega leiðréttur einhver brestur á samfélagsmarkaði ef ekki væri verið að þjóna einstökum hlutum. En það er náttúrulega aldrei stofnað svona og bara ef maður setur hlutina í það samhengi að Alþingi hefur ákveðið að sýna þér Die Hard mynd á laugardaginn. Þetta er náttúrulega... það er svoleiðis. Þetta er náttúrulega það er bæði sjónvarpsstöðvar í þessu. Svo er fjölvarpið auðvitað, það er margir sem eru á því og horfa bara á danska. En samt sem áður, þá er Ríkisútvarpið alltaf að stækka og það er alltaf að þenja út hlutverk sitt. Já, það er vegna þess að það er svo markaðsdrifið. Já, og ég meina þú sér bara þeir hafa ráðist inn á vefmarkaðinn í rauninni. Já. Það var markaður sem þurfti enga aðstoð frá hinu opinbera. mbl.is og Vísir og fleiri vefmiðlar leysa það bara alveg prýðilega. Það þurfti ekki á Ríkisútvarpinu að halda. Og nú er farið inn á unglingamarkað, það er farið inn á krakka. Ég sagði til dæmis Krakkarúv er ný vara frá Ríkisútvarpinu. Við vorum áður, var síðan Skjárkrakkar og seinna Síminn-krakkar. Og við þurftum bara að leggja hana af. Svo var að gekk ágætlega og var með fjölda áskrifenda en svo tilkynni allt í einu ríkið að það er Krakkarúv komið. Við þurftum bara að loka. Þetta er mjög athyglisvert og ég held að þetta sé mál sem þetta er fyrst að byrja núna. Það eru umræður þessa tillögu menntamálaráðherra. Ég spái því að þeir sem eru í þessari fjölmiðlun og þessum útgáfufélögum, þeir munu fara af krafti meira gegn þessu frumvarpi. En Magnús Ragnarsson, framkvæmdastjóri hjá Símanum, kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir. Takk. Næsti gestur minn er Rúnar Sigurðsson, framkvæmdastjóri Svars. Velkomin í þáttinn. Já, takk. Svar, þetta er skemmtilegt nafn á fyrirtæki sem að selur, búnað, símabúnað. Þeir reyndar líka að selja bókhaldskerfi, Unikonta. En förum aðeins yfir í þessa símsvörun í fyrirtækjum. Hér í gamla daga hringdu menn í fyrirtæki og það var símsvörun, það var oft talað dömur eða fólk sem svaraði í síman. Rúnar, nú er þetta alltaf verið sjálfvirkt. Já, í sjálfu sér er bæði til ennþá og raunverulega er símsvörun miðlæg, bæði mannleg og vélræn til staðar. Við köllum það hjálparsvörun og þá er þetta að velja 1, 2, 3 inn í deildir og það er það sem er mjög algengt í dag að nota. Já, það er líka þetta hefur breyst. Það er náttúrulega komið gemsi frá því sem var áður. Menn hringja í fólk í einhvern sem það vill ræða við í fyrirtækjunum. Þannig að það hefur breyst. Það er ekki hringt í hús lengur, heldur hringt í fólk. Segðu mér svona frá þessum símabúnaði sem þið eru þá með. Eins og þú segir, þá er mikil breyting að eiga sér stað í símanotkun almennt séð og náttúrulega með tilkomu gemsans eða þegar tæknin þar þá er bæði unga fólkið notar gemsan eiginlega eingöngu og síðan er líka sem er mjög mikið að vaksa, það er bara tjatt. Já, maður tekur eftir því. Fólk fer þá inn á heimasíðuna og það kemur einhver tilbaka og það tjatt. Það hefur ekki þolinmæði að bíða í röðu, 20 röðun eða 30 röðun. Það er ekkert grínrúnar þegar maður hringir eitthvað og maður fær þú númer 20 í röðun. Nei, og það er það sem að unga fólki bara sætt sig ekki við og vill bara fá svör hér og nú. Og þannig að við erum með ýmsar lausnir, bæði getur svarað gegnum tölvupósta, gegnum símtöl eða gegnum tjatt og þjónustuverið tekur á öllum þáttum samtímis. Já, það var eitt sem vakti athygli þegar að þú settir upp kerfi hjá okkur á talnakönnun og frjálsi verslun á sín tíma. Mér fannst það svo sniðugt hjá þér að það var þetta hvernig er hægt að skrá söguna eins og fyrir auglýsingarstjóra og fleira.
Já, og það hluti að þessu sem við höldum lengra með, það segja símkerfið er kannski bara svona framendi á því hvernig við erum nálgast okkur. Já. Vilja við hringja okkur, viljum senda tölvupóst eða vilja chatta við okkur. Já. Og við viljum helst skráa þetta saman niður. Þannig að við viljum sjá fyrri samskipti. Já. Þannig að það hluti að þessu nýja sem er að koma inn, þetta CRM sem við tala líka. Já. Það sé að hvernig við tengjum viðstafinn við fyrirtækið og vitum hvað var lofað, hvað var sagt, hvað var gert. Þannig að samþáttun þar er að verða líka svona samræmd. Já. Og sama hvaða leið viðskiptavinurinn kemur að fyrirtækinu. Þetta er mikill sjálfvirkni sem á sér stað núna í símaspörun og öllu slíku. Þið seljið bókhaldskerfið líka, Unikonta sem það verður að auglýsa og nú Unikonta á Íslandi. Ingvaldur Einarsson hefur verið með það og er að dreifa. Segðu mér aðeins frá þessu, já, þú sagði mig fyrir þáttinn, Jón, ég er í skýjónum með þetta allt saman. Já, við erum bæði í skýjónum, bæði hérna svona af gleði og hvernig gengur og líka bara það þessar lausnir. Það er svolítið sem við erum að segja og reyna að útskýra fyrir fólki hvað er að breytast í svona bókhaldshugbúnaði. Það er fyrsta lagi þetta skýjalausnir og ég sé enga mun á bókhaldskerfi eða bara Office-pakkanum. Það sé bara tölvupósti eða Excel eða Word eða hvað nú er. Þetta er bara uppfært reglulega, koma nýjungar, þetta er tiltölulega ódýra lausnir og samþáttun einföld. Þannig að það er gríðarlega öflugt. Já. Þannig að lausnin er að verða miklu einfaldari og í leiðinni verður hún sjálfvirkari og það er það sem við stefnum að, þannig að ekki komið... Þú veist að tala um að þessi sjálfvirt bókhaldskerfi. Já. Segðu frá því, er það þá þegar að reikningur kemur inn eða eitthvað, bókast hann þá sjálfkrafa? Já, í sjálf og sér auðvitað þarf að samþykkja að viðkomandi reikningan sé réttur. Það þarf að lyklan réttan og kerfi lærir. Það er svona ekki beint kannski gervigreind en það er svona við köllum machine learning. Það sé að þegar kemur reikningur inn, hann kemur alltaf aftur og aftur eins. Þá þarf engin manneskja að hafa áhyggjur af því að hann sé vitlaus, hann bara er samþykktur og bókast. Sjáum við fyrir okkur þá að starf bókarans, alveg eins og starf, manneskjunnar á símanum eins og það var kallað, að starf bókarans sem þar er það að verða sjálfvirt, að starf bókarans, við gætum við séð að það væri bara ekki aðeins að breytast heldur hlutverk bókarans væri bara að minnka samkvæmt þessu. Það er náttúrulega breytist gríðarlega mikið. Það sem við leggjum áherslu á í svarið það að benda á að við viljum að bókarinn og bókastofur, endurskoðstofur hjálpi meira við rekstur af fyrirtækjunum og komi inn í það að hjálpa þessum litla aðilum og meðalstóra aðilum við reksturinn. Þessi handavinna sem er búin að vera í 20 ára, hún leggst af. Hún mun leggjast af. Hún leggst af, þannig að starfið mun breytast. Og við segjum, menn þurfa að fara að gera eitthvað annað, menn þurfa að hjálpa til við reksturinn. Og jafnvel þessi minni fyrirtæki þurfa bara aðstóð slíkra aðila sem skrifstofan þeirra. Förum aðeins verið í lokin, það er nú eitthvað að breytast, er það ekki? Það er ekki nýr staðall eða taka við núna hjá RSK eða á Norðurlöndunum hvað í apríl komandi? Jú, það er sem hefur verið að háð þessum raunverulega rafrænu skilum á milli landa og raunverulega líka innanlands er það þetta hefur ekki verið staðlað. Þetta hefur verið sérhver staðal í hverju landi fyrir sig. Nú er búið að gefa út nýja reglugerð og nýja staðal sem tekur gildi 18. apríl og það er meiningin að hann taki á öllum löndum EES. Og það sem meira er að RSK og fleiri ríkisstofnanir eru að vinna í því að innleiða sem við kalla Smart Nordic Government sem er mjög skemmtileg hugsun og þeir eru að tala um það að vinna saman með Danmörku og Norðurlöndunum í því að búa til lausnir sem allir nota eins og með það markmiðið að spara í þessum rafræna heimi þessi handavinna muni leggjast af. Og sjálfsögðu er undirliggjandi líka að ríkið og skatturinn þau verða hluti af þessari lausn. Það er ekki bara fyrir fyrirtækin þó það sé kannski hugsun í upphafi að hjálpa litlu fyrirtækjunum að gera þetta einfaldara og ódýrara en þetta verður allt í endanum rafrænt. Rafrænt og það koma róbótar inn í þetta en hér í gamla daga var að tala um bellusímamær, það var svona, nú var það hægt að segja það lengur í dag núna, en svoleiðis er það. Þetta er alltaf verið sjálfvirt og róbótar jafnvel og fólk vil chatta en hefur ekki þolið með að vera númer 20 í rauninni eins og þú segir.
En þetta er komið hjá okkur. Þú ert búin að vera lengi í eldlínunni, í viðskiptalífinu. Rúnar Sigurðsson, kærar þakkir fyrir komuna. Takk hérlega fyrir. Takk. Fleira verður ekki í þættinum að þessu sinni. Við sjáumst eftir viku. Verið þið sæl.